Æðingar, þú varst að klára hérna eina Esjuferðina, The Rock, sigraði Steininn, ný grein hérna í Esju últrahlaupinu. Til hamingju með það. Takk fyrir. Hvernig hérna, ertu mikið að hlaupa í brekku með utan við það núna? Já, ég hef búinn að færa mig mjög mikið yfir útröndum síðustu svona 3 ár. Þannig að þetta hérna, mér finnst það mjög skemmtileg grein og svona í fjallalaupi. Ég hef búinn að tala mikið um að það vantar alveg svona vertikal keppnir á Íslandi að taka svona bara keppnir upp. Þannig ég var eiginlega bara að skilda að ég myndi mæta henni í dag þegar ég er búinn að berjast fyrir að fá þessa keppni inn. Frábært, hvað, finnst þér ekkert erfitt eins og nú svo rosalega, svona mikil hækkun og stuttum kafla? Það ekkert að trufla það, skiljið, það bara challenge. Það skemmtilega í þessu. Svo ennþá skemmtilega þegar þetta orðið svona 3-4 km lárétt og alveg 1000 metrar lóðréttir. Fá bara 30% meðalhalla eða eitthvað alvöru, sko. En nærðu eitthvað að hlaupa svona upp brekkurnar eða ertu á jogginu eða lappar eitthvað eða hvernig þetta þegar svona bratt? Já, sko, maður lappar alveg svona þessa spröttustu hluta, sko, en svona 90% af tímanum ertu hlaupandi. Ég hlaupandi allavega. Hvernig ertu að æfa eitthvað sérstaklega svona, þú veist, þetta dæmi, svona vertikal dæmi, ertu að keyra svolítið í mikið af brekkum á æfingum? Ég hef tekið nokkrar intervalæfingar hérna í Esjunni, bara í hlíðinni. Það sem ég bara staðinn fyrir að vinna í, þú veist, tíma að vera á flötu, það bara í góðri brekku að taka hérna tímaæfingar. En svo líka tekið einhverjar góða keyslur bara hérna upp í Esjunna til að finna þess svona fyrir henni. En, þú veist, þetta náttúrulega bara eitt af hlaupunum í sumar, svo maður keppa líka í Hvítasundshlaupinu og fleiri utöðarhlaupum. Já, þú ert ekkert að plana að fara að Laugaveginn núna? Nei, ég er búinn að vera pínu tæpur í hnénu og ég lagði ekki alveg í að skrá mig hérna í hann. Sjáum við eitthvað á götunni? Já, ég mæti örugglega í Reykjumaraþonið en hérna sjáum aðeins til, ég er ekki alveg búinn að ákveða veglendir þar. Já, eitthvað stórt á árinu sem þú ert svona með í huga eða ertu bara að hlaupa öll þessi skemmtilegu hlaup bara? Markmið mitt var í rauninni að ná góðu utöðarhlaupi sem ítra rankað og ná þannig hérna að hækka maður stigalistanum til þess að komast í landsliði á næsta ári í hérna einhver skemmtilegt utöðverkefni þá. Það HM í utöðarhlaupum á næsta ári og þar þetta byggt á svona stigalista. Og hérna ég er búinn að lækka þetta á honum að því ég var á Ítalíu í fyrra og náði ekki nógu góður hlaupi stigalega séð þar. Það er bara nýtt landslag og nýja keppinautar á þetta þannig að maður kannski þekkir ekki alveg sér þar. Þannig að hérna það var svona markmið mitt að fara í þessi ítra röngu hlaup. Hengilinn, ég komst ekki út úr honum út á meiðslum, hérna Esjuhlaupi, Hvítasundshlaupi, svo ætlaði í Mýrdalshlaupi. Þannig að markmið mitt, já, það var svona stóra markmið í rauninni að hugmyndin var að kvalifæja í landslið á næsta ári, það var svona. Ok, frábært, takk fyrir þetta og til hamingju aftur. Takk fyrir.